Páll Viðar Gíslason, nýráðinn þjálfari meistaraflokks karla. Palli, sumir myndu segja velkomin heim. Þú ert náttúrulega átt 3 heimili. Það er hérna það sem við byrjum fjölskyldinni, það er Glerárskóli og það er Hamar. Til hamingju með nýja starfið. Já, takk kærlega fyrir það. Það er gott að vera komin heim. Það er bara þannig. Var þetta erfið ákvörðun eða stökkstu bara á þetta þegar það var leitað til þín? Ég veit ekki hvernig ég orðaði, en það getur alltaf samt verið erfið ákvörðun að koma aftur í þorpið. Það er þannig og nei, það voru ekki erfið. Palli, þú ert nú búinn að pröfa að fara hérna út með fyrir og austur í sveitir og náði reynslu og koma liðum upp á milli deilda eins og þú ert nú að verða landstæktur fyrir. Komið Þór tvisvar sinnum upp í efstu deild og Magna upp í Inkasso og Völsung upp í hvað aðra deild. Stefnan hjá okkur, hver er hún? Er hún ekki bara skýr upp? Að lokum, jú, það er náttúrulega alltaf freistandi og þetta vil maður sjá félagið sitt í deild þeirra bestu en það er ekkert sjálfgefið að það gangi alltaf 1, 2, 3 en ég ætla sjálfsögðu að reyna að gera mitt besta til þess að Þór komist á þennan stað sem að ég tel og við vonandi flesti Þórsar að teljum okkur eiga heima á, þannig að við gerum okkar besta og vonandi innan skamms tíma verður Þór vonandi að spila aftur í Pepsi. Það er bara ekkert flókið. Það er nú ennþá sumir í liðinu sem á voru þegar þú fórst til Völsungs 2015 og þeir eru enn, þannig að þú þekkir þetta ansi vel. Já, og ég þekki marga leikmenn hérna ennþá og ég hef svo sem aldrei farið mjög langt. Ég er búinn að mæta hérna nánast á hverjum degi í félagsheimilinu mitt, þrátt fyrir öll þessi 5 ár sem ég var í fjarbúð. Þannig að ég þekki nú hérna, tel ég mig allavega að þekkja flesta þessar leikmenn sem hafa verið að spila undanfarin ár og eru enn og það er náttúrulega bara enn meiri tilhlökkun að fá að berja hans á þeim aftur. Og það er náttúrulega ekki bara það að hafa kynst þeim í meistaraflokki, þetta er náttúrulega margir af þessum strákum eru gutta sem þú mótaðir bara þegar þeir voru að stíga þessi fyrstu skref á knattspyrnuvöllum. Já, einhverjir hafa nú verið kannski svo opnir að fylgja með mjög lengi en jú, ég er náttúrulega búinn að vera lengi að þjálfa og ég hef bara verið í meistaraflokks í einhver 10 ár. Það var sást önnur 10 ár sem ég var að reyna að skila þessum upp í meistaraflokkum sem strákum og einhverjir eru ennþá og einhverjir eru ekki ennþá. Þannig að já, þetta er bara svona þannig svolítið sérstakar aðstæður sem maður lendir í núna. Það þykjast að vera nýr áðinn og nýr en mér finnst ég aldrei að fara neitt, þannig að það er svona skrítin tilfinning hannilega. En tilhlökkun? Já, sjálfsögðu, það er bara eftir svona 20 mínútur þá byrja ég að vinna og get ekki beðið. Og þá fer fjölskyldan að kannast við Palla, nú er hann komin aftur á heimaslóðir, að vinna á heimaslóðum. Ég held að hún verður nú kannski verið minnstum breytingum með þetta sem ég, eins og ég sagði, hann hef verið annarkot í skólanum hérna á lóðinni eða heimi á mér á lóðinni eða þá hér. Þannig að það kemur ekki til með að breytast? Nei, ekki mikið, þannig að allan minnkar ekki viðveru mín hérna í þorpinu við þetta, það er klárt. Palli, ég sé bara velkomin heim til hamingju og bara gangi þér vel. Já, bara takk fyrir það.